Við erum velkomin Hreinn Vöði. Með mér í dag að þjálfarinn, hann Viktor Snær, betur þekkt sem Vikfit. Takk fyrir að koma. Takk fyrir það. Herru, við ætlum núna að fara að taka smá æfingu, smá spjall og gera mjög skemmtilegt. Viktor Snær, Hreinn Orri, þetta er Hreinn Vöði, let's go. Ok, sko, við erum komin að þeirri niðurstöðu að hann Viktor ætlar að reyna ná 180 í bekknum. Segjum 160, 180 bónus. Ok, 180 bónus, þannig að þetta er spennandi. Ég er mjög peppaður. Ok, hvað ættu að fara í, 70 eða 60? Ég er oftast bara með 20 kg blöður og fyrir þannig, þá endum við í 4 svoleiðis, sko. Ætlar þú ekki að fara með mér í bekkinn þetta? Jú, ég get þetta. Já, þú veist, flega bara hérna, ég fer bara beint í þetta. Ég veit ekki alveg hvernig stend sjálfur, en ég ætla að reyna 140. Já. 3 blöðu bekkur er kallmannalegt, mér finnst það að vera lágmark, sko. En hvernig byrjaði svona your fitness journey? Sko, ég hef búinn að vera að æfa svona til og frá síðan eiginlega alltaf síðan ég var örugglega 16-17. Þyngdi svona 30 kíló fyrst, ekki á neinum styrum. Svo ég var svona 19-20, þá byrjaði ég aðeins að djúsa og svo fór maður aðeins í ruglið og endaði svo bara einhvern veginn aftur hérna. Ég fór í CrossFit og fannst það gaman þangað til að þetta komst að því. Það er alltaf mikið puð fyrir alltaf litla útkomu. Þannig að ég fór aftur að lyfta fyrir bara í janúar 2024. Þá fekk ég áhugann fyrir þessu, sko. Ég var byrjaður að þjálfa fyrir, þannig að ég var búinn að lifa mig í gegnum alla aðra sem var að ná svona miklum árangri. Ég bara, mér vantar þetta, maður. Og þannig að þá það svona sem fekk þig til að vilja fara að þjálfa það? Sko, það sem fekk mig til að vilja fara að þjálfa er ég var að vinna með fötluðum gaur sem elskaði backpressu. Ég fór með hann æfingu 3 sinnum í viku, tókum alltaf bara backpressu og ég var að vinna sem smiður, sko. Þoldi ekki vinna mína. Svo hugsaði ég, vinna með þessum fatlaða gaur og hann elskar ekkert meira en að fara á æfingu. Hann bara dýrkaði mig og ég hugsaði hlýt að geta gert eitthvað við það. Þannig að ég bara pröfaði, talaði þarna við Einar, lönsaði Vikfit og það bara small bara á fyrstu vikunni. Ég var búinn að hætta í vinnunni minni og allt, sko. Þannig ég hafði ekkert öryggisnet, ég bara fokk, ég þarf að gera eitthvað og fór til útlanda í viku, kom heim, lönsaði þessu og bara sagan eftir það er bara... Já, sko, ég man ekki eftir þjálfara sem kom í leikinn og skaust svona hratt upp á þú, sko. Ég er náttúrulega með, ég er smá karakter, sko, ég er ekki allra. Nei, en þú veist, árangurinn tala sínu, skiljum, það var þannig. Hann tala sínu og náttúrulega langt flestir sem eru að fara inn í þetta eru náttúrulega að kaupa sér árangur, þú veist. Og hvað finnst þér vera svona það sem svona sker þig frá öðrum þjálfurum? Er það karakterinn? Er það hvernig þú veist, sjáu þig við fólkið? Sko, nei, af því ég brenn mig stundum og ég finn stundum að ég þyrfti að tjá mig aðeins betur, sko. Og þú veist, það kemur alveg fyrir ég þurfa að segja bara, hey, sorry, ég var aðeins svo snöggur á mér eða að ég er með ekki alveg með nógu mikil skilning fyrir að fólk ná þessu ekki, sko. Ég held að það sem skerir mig mest út er að ég þú veist, hika ekki, sko. Ef ég þarf að pussa einhverjum, þá bara ger ég það, sko. Ef ég þarf að vera með fullorðinn kallmann sem er bara að borða 1400 kalórir og gera klukkutíma kardió, það er mér alveg sama. Þú veist, hvað á ég annað að gera? Þú veist, ég get boðað hann að við getum gert þetta seinna eftir ár, eða við bara fucking gerum þetta, skilur, og þetta er bara sökkir að ég sit bara upp tímalinu og ég trýta bara venjulegt fólk eins og ég sé að fara að preppa, sko. Ég bara mála upp, bara, heyrðu, þú veist, þú ert búinn að skráða inn í 3 mánuði, fyrstu 3 vikurnar eru svona. Næstu 9 ætlum við að taka þetta mikið af þér og svo bara gerum við það sem við þurfum til að það gangi upp, sko. Og þegar fólk er með þetta mappa út fyrir fram sig, þá er þetta líka miklu auðveldara, sko. Þú veist hvað rúsínan liggur. Ég finn það alveg, sko, að þegar fólk er að skrá sig að þau vita hvað þau eru að koma sér út í, sko. Ég skil, þú er búinn að byggja það upp. Já, annarkvort eru búin að fylgja mér í einhvern tíma og sjá bara svona, hey, ok, þú veist, ég þarf að vera tilbúin í þetta. Einn strákur sem að skráði sig á mér sem taka á hann 50 kíló eða 60 kíló eða eitthvað, hann sagði að hann var í ár að mana sig. En hann hefur líka verið on it frá degi, hann hefur ekki farið af planinu nema að fá leyfi, sko. Eða þá að fólk er búinn að tala við einhvern vin sinn, þú veist bara, hey, gaur, hvort er góð form? Og hann segir bara, já, ég er þessum gaur, en, þú veist, hann er samt all in. Og þá er fólk svona, ok, þú veist, hvað meinur hann? Hann segir bara, þú veist, það er ekkert pláss fyrir neitt, það er ekkert svigrúm, skilur við. Af því ég nenni því ekki, sko. Mér finnst ekkert rosalega gaman ef einhver er að ná bara, ef ég sé bara, þú veist, ég getum verið að ná þessum árangri, en við erum að ná þessum af því að þú ert svona að taka skrefið inn svona, skilur við. Það er bara, hey, fokkin, svo startu beinni baki og gerum þetta á alvöru og þú veist, ég næði að tjá mig á þennan hátt mjög vel. Að ég næði að draga úr fólki það sem að ég veit er í þeim, af því ég veit að það eru allir með þetta, sko. Þú ert mikill predikari low volume, high intensity. Ég er svona medium volume. Þú veist, ég vil bara gera eins mikið volume
og ég ræð við. Já. Og ég gera kannski ekki við venjulegt fólk, þú veist. En svona þá sem eru lengra konar bodybuilderana mína, hvort kynið sem þú ert, þá vil ég gera svolítið bara voljum sem þú ræður við. Mér finnst venjulegt fólk, þau ekki að æfa á alveg eins miklu intensity og maður vill, sko. Og þegar þú nærðir þessu og það smellur þetta intensity, þá ertu eiginlega orðinn bodybuilder, sko. Í byrjun þá var fólk oft bara, hey, þetta er 45 mínúna æfing, og ég bara, nei, þetta er 90 mínúna æfing. En nei, ekki endilega low volume. Ég hugsi það svolítið eins og kaloríurnar. Ég byrja með þetta þar sem þetta þarf að vera og svo bara teipra þig upp eða niður, sko. Ég skil. Ef þetta er að virka nú þegar, þá þarf ekki endilega að breyta þig. Nei. Þetta er með það sem ég er oft, þú veist, maður er með check-in, skilurðu. Og það er að ganga vel. Finnst þú oft fyrir að segja, þú veist, það er að ganga vel, þess vegna er eitthvað að breyta neinu. Eða skilur mig, þú veist, býst við að fólk vilja alltaf eitthvað breytingu, skilur mig. En ef það gengur vel, þá þarf þess ekki. Hefur þú ekkert farið pæla í powerlifting eða? Sko, ég ólst náttúrulega upp í powerlifting, svona ólst upp þannig séð. Ég var að æfa á Selfossi, það var bara squat, beygja, deadlift. Ég tók svo 220 hnipu þegar ég var 18 ára. Ekki á neinum styrum, sko. Bara með hnévafninga og í hlýrabólnum, bara, þetta er til á Facebook-vídeói. Það sem ég lappa út úr rekkanum og þú veist alveg bara 5 skref aftur og bara og með tík og hérna og annað. Ég sé það, varstu ekki í skrýtnum buxum? Jú, ég var ekki svona útvíðum buxum alveg eitthvað og svo bara í flex hlýraból og með belti og núna æfi ég ekki með neitt belti og var aldrei með neina aukahluti nema bara strappa fyrir til að toga, sko. Þurfum við ekki að... Hún er svo rosalega sleip. Ég bara eitt reytil. Þannig. Sjáðu magic. Wow, þetta var safi. Nú er þetta kallt. Þetta var áðan safi. Þetta minnir mig á eitt annað sem var einu sinni safi og harðnar svo. Það kom að þig. Það kom að þig, sko. Vá. Þittiti. Búm. Skítlegt. Skítlegt, sko. Ég vil taka 150, sjá hvernig það fer. Ég held að ég fara ekki þyngra 160. Það skiptir ekki. Sorry, byrju. Hörru, þetta er 175. Ég ruglaði þig. Þetta er rétt núna. Hvað finnst þér vera svona algengustu mistök sem að vinniðinni gera? Sko... Er eitthvað eitt sem er alltaf svona... Fólk respektar ekki skrefin nógu mikið. Samanlega þar. Þú veist, eðlilegt kannski er að byrja í 8000. Þú veist, ef þú ert að vinna á skrifstofunni þá getur þú samt fucking gert það, sko. Og þú veist, ég fer eiginlega ekki yfir 12.000, sko. Og þá er það hjá einhverjum sem er að vinna standardi, annars læti ég hann frekar að gera kardió. En að fólk er kannski að, þú veist, average að 7.000 skref í staðan fyrir 10 og maður er svona, ok, þetta eru 3.000 skref á dag, þetta eru 21.000 skref á viku. Á 10 vikum er þetta 10 hálf marathon, eða 5 heil marathon sem þú ert að missa af út af hverju. Og þú nenntir ekki að fara aðeins út að labba, ég er bara svona, dude, þú veist, sérstaklega ungi strákar eru svona út í göngutúr. Og ég bara, gauir, þú veist, þú ert á fucking Kia Picanto, skilur, þú getur alveg fucking labbað eða eitthvað. Bara líka það að vera aðeins meðvitaðri skrefin. Þú veist, það gefur 3.000 auka skref, sko. Það sem ég æfi, þar sér maður alla, ég þekki fólk sjálfur sem er í þjálfun, en aðrir sem er í þjálfun hjá mér, sjá líka hverjir er í þjálfun hjá mér og það er allir þrammandi salinn, sko. Setur bara brúsaðinn á tækið og svo bara nærðu í, þú veist, 2 hringi, það eru bara 150 skref. Heil æfing, bara svona, þú veist, ef ég er einn æfingu, það er svona 4 skref örugglega, sko. Easy. Og ég er ekki að labba hratt, þú veist, ég er bara að labba á milli setta, bara stend upp og fólk er örugglega hugsaði einhvern tímann, þú veit, hann er rugglaður. En svo lítur maður svona út og þá er svona, já, ég er ekki á TikTok í svettinu minni. Það er líka svolítið svona, fólk verður ofta að gera hlutina til þess að fatta þá, en það fer ekki að gera þá. Fer ekki að gera það, en ég er svo fljótur að, þú veist, hey, dude, þú ert ekki að gera það sem þú áttu að gera. Og ég er sko smá hvass. Ég er, þú veist, ef þú ert ekki að fylgja planu, ef þú vantar upp á skrefin, þó þú fylgir öllum matnum, og æfingarnar þínar eru ekki á intensitynu sem ég vil, þá ger ég enga breytingu. Það er ég bara, þú þarft að fylgja planinu, ef ég get eitthvað hjálpað þér, byttu mig um það,
þangað til sé ég næstu viku. Þú veist, maður hefur náttúrulega lent í því oftar en einu sinni að fólk búin að borga manni 6 mánuði. Þau eru að borga allan tíma, en ghosta mann samt. En oftast það, þú veist, leiðilegt orð fyrir sjónvarpi en offitusjúklingar. Þú veist, það er kannski bara 150-60 kg maður sem bara ég skrá mig bara eftir fyrstu vikuna, bara lýgur hann hefur bara fyllt öllu og maður svona dude, það ætti eitthvað að vera búið að gerast. Menn akkurat slett 10 skref alla dagana, segist á fyrsta mannplanu og þau bara ghosta mann, fá bara reikningi heimbanka, borga allt. Þau vita upp þessu sökina, sko. Já, maður sér yfirleitt bara eftir 1-2 vikur. Hver að fara að ná þessu? Já. Það er ógeðslega gaman og það er líka, ég segi það líka við fólk, sko. Ég segi, þú veist, þegar ég finn Sinji hérna og ég veit að við erum að fara að ná ógeðslega góðum árangri og það er að þú fyllir út check-inið þitt ekki með einu orði. Heldur þú ert að tala við mig, þannig að ég hef, þá er ég kannski bara komin bara í 12 mínútna Loom-vídeó. En svo næsta aðili á eftir sem að fær bara 2 mínútur. En það er ekki út að ég hef ekkert að segja, ég bara hef einhver að svara. Þú fylltir þetta út bara bara geðið miklu flýti á meðan hinn aðilinn, hann bara vaknaði morguninn aðeins fyrr, fekk sér kaffibolla, settist kannski við tölvuna og skrifaði mér bara allt sem ég þurfa að vita fyrir vikuna. Það sem mér finnst skemmtilegast við þetta er líka að fylgjast með fólkinu þróast með prógraminu. Breyta karakterinum. Já, bara breyta karakterinum og breyta samtala. Ég elska það. Það er eitt strákur hjá mér sem er búinn að vera núna í 6 mánuði og við erum búin að taka á honum 20 og eitthvað kíló. Hann er mjög góður í stöðu, hann er fjárhagslega vel settur. Hann er, þú veist, bara farin frá því að vera með bumbu. Ég er farin að vera bara í fucking góðu formi. Og þú veist, við tölum það, bara, dude, þessi gaur hér og þessi gaur hér er ekki nærri sami maðurinn, sko. Þú veist, þeir lifðu þannig séð sama lífinu, þeir búið í sama húsi, en þetta er ekki sami gaurinn á neitt hátt, sko. Þessi gaur var að bíða eftir að dagurinn hans kláraðist til að hann geti farið upp í rúm og hinn gaurinn er að bíða eftir að dagurinn hans byrja. Þetta er svo gaman að vera til, sko. Koma svo. Tilbúinn. 1, 2 og... Koma svo. Já, upp með þetta. Upp með þetta. Þarna. Það er skýrt. Vel fokkin gert maður. 180 kíló, gott fólk. 180 kíló. Þú hefur tekið eftir því á internetu núna. Það er mjög svona heimskulegar og skrýtnar æfingar. Það sem eru, þú veist, bara eitthvað mjög granni gaurar, svona 60 kíló, ekki massaðir, að svona science-based lifting, skilur við, og þú veist, þeir eru að vefja sig einhvern veginn og halda á díhendrunni eins og ekki að nota það, einhvern veginn, þú veist, ég skil hvað er að reyna að gera. Ekki ég. Ekki. Þú veist, ef þú ert hérna, þú veist, þetta er bara eins og að taka hérna single arm, skilur mig, en þeir eru að reyna að finna upp hjólið aftur. Og þetta meikar ekki sens. Út í málið ég var í Laugum daginn, og ég sá okkur 2 gæja vera að reyna þetta, skiljum mig. Að binda sig við tækinu? Nei, þú veist, þú voru einhvern veginn svona að styðja sig við einhvern veginn og gera eitthvað svona og halda hann á díhendólinu einhvern veginn. Já, ok, þetta er til í alvörunni. Ég held að þetta væri bara troll. Nei, þannig að þú veist, ég vildi opna umræðina og bara, þú veist, gera þetta venjulega. Já. En við ætlum líka að sýna ykkur hvernig ég ekki að gera þetta og við ætlum að pröfa svona ógeðslega æfingu. Let's go. Herru, ég ætla að koma með spurningu fyrir þig. Ok. Hvað er þitt pet peeve í gyminu? Sko, það er nokkrir, bara frekar margir hlutir, sko. Má segja það upp átt. Ég held að ég verði cancellaður, sko. Já, ég veit hvað þú tala um. Þannig að þetta tala um kannski klæðnaðurinn og sumu fólki, eða? Já, það er eitthvað sem ég skilji þið. Mér sko, þegar einhverju berfættur, svona ógeðslegt. Það er náttúrulega ógeðslegt. Ég held líka að það sé alveg bannað. Það er alveg bannað, skiljum við. Og síðan líka, þú veist, ekki ganga frá þessi, en líka bara verið í fucking gallabuxum, skiljum við. Ok, sko, þetta er... Ertu að fara að gera lat pull down með þessu? Já, þú veist, ég veit ekki hvernig þetta er gert, skiljum við. Þú veist, ég held að það sé svona og hann er rétt með díhendalega hana. Hann er það og hann er ekki að nota það, hann er að halda því svona. En þú verður að setja eitthvað lóta á það? Já, þú veist, ég er bara að reyna svona, þú veist, og síðan er þetta bara range of motionið sem hann er að nota. Og þú veist, og hérna, og hann er bara að tala um bara eitthvað mechanical tension og þetta stöddi í sig þetta og hitt og þetta og hann er svona 60 kíló, þú veist, og síðan er hann bara nice. Já, og þetta er bara það sem fólk er farið að gera í dag, skiljum við. Og líka, þú veist, ég sá eitthvað leg extension, eitthvað íta því niður, halda þetta tveimur, þú veist, og síðan er range of motionið bara ekki neitt. Má ég sjá það? Gjör svo vel. Já, og svo, já, en þeir eru ekki að fara svona mikið range of motion. Þeir vilja ekki fara svona Þeir fara bara hérna, svona, fá smá teygju, síðan er þetta bara hérna. Þetta er bara eitthvað svona. Og pointið með þessu er ekki gera þetta og ekki, þú veist, ef þið sjáu eitthvað sem er bara ekki í formi, verið að gera eitthvað, ekki fylgja því. Mín regla er, ef þú sér eitthvað í ræktinni sem er að gera eitthvað sem enginn annar er að gera, ekki gera það. Beinsið þannig. Og það er sama og ég segi við börnin mín, sko. Sjáu þið mig hlaupa íbúðina heima? Nei.
Af því að við erum ekki að hlaupa inni. Herru, sko. Í síðasta þætti, þá var ég að fá guðstrákun til mín. Hvað er þetta? Já, þetta er ammoniak. Já, ok. Þetta eru algjöru kjúklingar. Vá, okkur. Maður vaknaði. Ég pantaði hérna þá svona smelling salt. Eins og stundum, world's strongest smelling salt. En því miður, þá var það ekki komið. Að þeim þetta kom. Þannig ég fór í Thors Power Gym og græjaði bara heldur sterkt ammoniak samt. Ég hef pröfað það, sko. Ekki bara testa það. Jú. Við þurfum samt eiginlega að láta Haffa fá þetta. Við getum ekki verið með sterkasta mann í heiminn, einhver auðbess allt upp í gym. Já, sko, ef ykkur vill tagga hann Hafþór Júlíus í þessu og spyrja hvort þið viljið koma, þú veist, please, kóttu. Please, kóttu. Úf, herru, það var svona. Ok, fuck. Alltaf þú fara fyrst eða? Já. Ok. Nei, nei, ég er ekki að opna það. Ok, fuck. Hættu. Veit það þess? Ég fekk bara. Án þess að við erum búin að taka plast af, þetta er placebo. Hættu. Setti þig alveg uppi. Nei, hvað gerist? Ég er svo til í þetta, sko. Shit, maður. Þetta var verið nýtt. Þetta var verið nýtt. Shit, maður. Fuck. Fuck, þetta komur óvurum. Já, hver? Núna er ég bara slefandi og drátandi. Ég get ekki fara að lyfta núna, sko. Oh my god. Ég setti þetta svo nálægt, sko. Við förum bara beint í þetta. Fuck. Shit, maður. Herru. Þegar ég þarf að ná í handklæði, ég er bara búinn að tuffa á allt gólfið. Ég er bara með blóðun á sér. Alveg tekin á því, sko. Ég þarf að ná með annar pappír, hann er bara blautur í gegn. Herru, ok, nú þú fara á svolítbæki. Hvað er gemur bara smá tempo? Ertu hann góður að? Já, ég er ennþá með smá blóðun á sér, sko. Já, 1, 2 og niðurskurðið er uppbygging. Uppbygging. Hvað hatar þau mest? Fuck, bara yfir höfuð í lífinu. Fólk sem getur ekki drullað sér inn í fucking hringtorg. Hvað er heimskurðast sem hefur keypt? Reynsrörin. Olíur Weekly. Olíur Weekly, það er hvað ég nota ég. 1200 mg at the moment. Já. Og fer aldrei undir 200. Ok. Ef þú getur borðað eina máltíð sem eftir, hvað væri hún? Kjúklingur hrísgrjón. Hvað ertu þungur? 102,5 í morgun. Uppáhaldsæfing? Fótapressa. Hefur verið peggaður? Nei. Og er ekki opinn fyrir því. En veit hvað það er. Ef þú væri ekki þjálfari, hvað væri þá? Dópsalega smiður. Hvað er PR í back, dead og squat? Já, 300 dead, 250 beygju og 200 back. Vel gert, hafðu komið? Það komið. Það er bara hrað mínúta. Hvað hatar þau mest? Þessi er erfið. Já, þetta var svona einmitt spurningi sem var svona, hvað geti komið? Ég var mjög forritin hvað myndi koma, sko. Herra Viktor, bara byrja að segja takk hérlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Og þú ferð ekki tómhendur hérna út. Geðveikt. Hérna farið sölt og steinefni frá Radiant. Herra, þetta er að fara í story á morgun. Já. Aron Kahn, það er eins gott að þú deilir þessu. Minn maður. Herru, svo farið hérna djúpa svefn upp á yngling, hjálpar að sofa. Ok, spenntur að pröfa það. Leif mér að sjá hvað er í þessu. Það er allt í þessu. Herru, þetta er reyndar eitthvað sem er ángríns að fara að hjálpa þér að sofa. Alveg dæmi. Og síðan sokkar frá World Fit Gymmer. Síðan heyrir í mér og þá farið að fara í minigolf með strákuna. Geðveikt, upp í minigari? Já. Geðveikt? Já. Gjafabréf minigolf, þá að ég þarf að kaupa mat þá. Það þarf að kaupa mat. Það er það. Herru, takk hérlega fyrir komuna maður. Já, takk fyrir mig. Herru, Viktor, Hreinari, þetta er Hreinn Vöði, takk fyrir okkur.